Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done, here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done, here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done, here as in a miracle can happen now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. A miracle can happen now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. He's here.
Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk now through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun, sheep in the shadow. In my weakness, your glory appears. I'm not enough unless you come.
will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Jesus. Amen. Halleluja. Dýr sé þér, Jesus. Það er svo gott að vita af því að Guð er akkurat hér og nú. Ég er búin að vera síðustu daga einhvern veginn með pínu svona kvíða í maganum. Og það hefur með það að gera að ég er að hafa áhyggjur af framtíðinni. Og við vitum það að kvíði hefur með framtíðin að gera, þunglindi hefur með fortíðin að gera. Það sem við þurfum að læra er að hver dagur þarf að nægja sína þjáningu. Og það er stundum erfitt fyrir fólk sem að þarf að hafa allt á hreinu, þið vitið, allt í Excel-skjali eins og ég. En það er svo nauðsynlegt að læra þetta, að leyfa bara Guði að vinna og leyfa bara Guði að taka pláss í dag. Og bara ekki vera að hugsa marga daga fram í tíman og búa til einhverja fjalla og hóla sem að muni síðan aldrei verða. Og ég er sérfræðingur að búa til fjöll og hóla. Þannig að mér langar til þess að hvetja okkur öll, akkurat hér í dag, að setja bara allt til hliðar og bara einbytta okkur á því sem að Guð vil gera og segja við okkur í dag. Við erum búin að vera hérna með magnaða herferð, samkomuherferð. Það er sennilega þess vegna sem er svona aðeins færra í dag. Við erum ekki vön í þessari kirkju að vera með margar samkomur í röð. En vitið það, þetta er búið að vera yndislegu tími. Algjörlega yndislegu tími. Samkoman á föstudaginn var frábær. Við vorum með svona lítinn heimahitting í gær. Það var dásamlegt. Og bara Guð er að gera eitthvað svo yndislegt í kirkjun okkar. Og ég er svo spennt fyrir því sem framtíðin hefur. Og ég er búin að ákveða það í dag. Ég ætla ekki að láta ótta ráða ríkjum. Ég ætla bara að treysta Guði. Og mér langar til þess að hvetja okkur öll til þess að gera það sama. Leggja allt til hliðar. Mína pælingar, það sem ég vil fá út úr þessu og hinu, skiptir engu máli. Verði vilji Guðs. Má ég heyra amen? Ég ætla nú ekki að tala hér í dag. Við ætlum að fá Árna til þess að tala. En við langar til þess að biðja ykkur að rísa á fætur og bara biðja saman. Við langar að láta vita því á miðvikudaginn, þá er Eden. Við vitum ekki alveg hvort það sé lofgjörastund eða kennsla, bara kemur í ljós. Þið fylgist með því á innri síðu kirkjunar. En þetta eru blessaða stundir. Báðar stundirnar. Síðasti Eden var þannig, við vorum með lofgjörð og svo enda hún bara í þvílíkri bænastund. Það var fólk að koma í fyrsta skiptið á lofgjörastundin og við bara endum að því að biðja fyrir öllum og það var svo mikið nærvera Guðs og kraftur og veitir það, Guð þarf að ráða þessum stundum aftur. Það er ekki mitt plan, það er hans plan. Þannig að þetta var æðisleg stund. Er þið ekki sammála þeir sem komu? Þetta var alveg einstök stund. Þannig að við ætlum bara að gefa Guði það sem hann á og við ætlum að leyfa honum að tala til okkar. En ég ætla að fá Gunnar minn til að biðja fyrir orðinu áður en Árni kemur. Viltu hafa þetta til, Gunnar? Þetta er komið. Það er ekki að spyrja því. Hlustu með athygli. Jóhannes 15:11 og hafið þetta í huga þegar þið farið inn í vikuna.
Þetta við tala til yðar, til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Hafið það bakveira þessa vikuna. Faðir, ég þakka þér fyrir það að við fáum það tækifæri að fá að þekkja þig betur, Jesús. En ég bið Drottinn minn að þetta má ekki stoppa hér á sunnudegi, þetta þá að ganga út á mánudag til næsta sunnudags, Jesús. Hjálpa okkur að vaxa í höfuðið sem þú, Kristur Jesús. Hjálpa okkur að gera mikið og þér þessa vikuna og lofa þig, Drottinn minn, Jesús. Leyfðu hverjum degi að næja sína þjáningu, en vitum það, þú ert frelsarinn okkar. Þú berð mikið okkur, Jesús. Þú ert vegurinn, sannleikurinn og lífið, Drottinn minn, Jesús. Og ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, og út sannur, þú ert upphæður og endir, út alfa og omega, Jesús. Og ég bið, Drottinn minn, að við gefum þér alla lofgjörð, dýrð og heiður. Í Jesú nafni, amen. Amen. Prísi þér, Jesús. Halleluja. Yndislegt. Halleluja. Það svona ljúfur andi í húsinu, maður finnur svona, bara svona frið, Guðs og svona þægilega nærveru. Þetta var aðeins að meira öðruvísi á föstudagskvöldi. En svona þetta, bara Drottinn, hann með þetta misjafnlega, svona, það bara svoleiðis. Amen, halleluja. Það svo merkilegt að bara hvað Guð trúfastur að svona sýna manni þegar maður stígur út og gerir viljans. Hann leiðir mann bara svona, eins og bara, maður finnur núna bara svona þægilegan hátt. Og ég man þegar ég var svona fyrsta skipti að koma upp í púlt hvað ég var kvíðinn og óöruggur og svona alveg bara stamaði eiginlega og svona ofhugsaði. En bara þetta bara farið frá mér. Ég finn bara rosalega mikið mun að tala orð Guðs. Og bara núna í nótt að þá bara svona fann ég að bara orðið bara kom bara svona eins og hugrenningar í gegnum hugað minn. Það gerir stundum, en ekki oft, en þetta kemur stundum. Ég fann að bara, Guð kom bara með bara orðið fyrir andasinn og bara ég sá bara svona bara orðið bara streyma létt og þægilega gegnum hugað minn og hann bara setti þetta niður í andan minn og hann gaf mér ritningar með þessi í dag. Ekki örvendað þó ég lesi eitthvað smá og útskýri orðið, þannig að svona, ég finn svona eins og, það sé svona eins og bara kennaraspurning í dag. Amen, halleluja. Opna orðið fyrir okkur, bara eins og þegar Jesús var með lærisveinum tveimur og þeir voru að leiðinni til Emmaus og þeir þekktu hann ekki en hann slóst í för með þeim og þá byrjaði hann að ljúka upp ritningunni fyrir þeim. Halleluja. Og þeir fóru að skilja og þeir bara allt í einu bara fundu hvernig hvernig andi Guðs brann í hjartaði þeirra. Og þeir þekktu það síðan í gegnum ritningarnar. Þegar hann upplöfði ritningunum. Orðið sjálft, lifandi orðið. Þannig að þema ræðu minnar í dag nýr og lifandi vegur. Drottinn alltaf að gera nýja hluti. Það sigur fyrir blóð hans og það sigur fyrir orð vitnisburðarins. Halleluja. Vitnisburður það þýðir í rauninni það að Drottinn hann gerir það sama aftur. Það svo mikilvægt að vitna það sem Drottinn að gera í okkar lífum. Þegar við vorum í heimahúsinu í gær, Darlinn gaf mér leyfi til þess að vitna þetta, að þá bara allt í einu fann ég bara Drottinn komið með svona ljúfa nærveru og ég fekk svona eins og var að kitla eyrað á mér. Og það kom til mín að hún og hann væri með eitthvað svona í eyrunum, eins og suð, eða svona, og ég spurði þau bara, ég fer rosalega varlega í þessu, ég bara spurði getur verið að þið séu með eitthvað svona óþægindi í eyrunum. Og ég vissi ekki að hann með heyrnartæki. Og bara ekki hugmynduð og hann með svona bara mikið suð og hún reynda líka bara öðruvísi. Og þegar við báðum fyrir honum og þeim að bara hann búinn að vera með þetta suð frá 2015 að það bara farið. Þannig að Drottinn að gera nýja hluti og Drottinn sýnt mér það að ég þarf að stíga með þér út og segja frá því hvernig Drottinn að lækna og hvernig hann hefur læknað. Þannig að hann vil gera það í dag, hann vil gera það aftur. Bara fyrir einhverja nýja mennesku. Það bara svoleiðis. Þegar við vittum það sem Drottinn hefur gert að þá eykur að trú. Bara alveg svo þegar við heyrum orð Guðs að þá fáum við meiri trú. Hvernig tókum við Jesú Kristus sem frelsara okkar? Við heyrðum og trúðum. Hvernig meðtökum við heilagan anda? Við heyrðum og trúðum. Þannig að trúin rosalega mikilvæg og ein gjöf andans trú. Til þess að geta starfað í öllum öðrum gjöfum, þá þurfum við trú. Þannig að trúin lykilatriði. Og trúin hún ekki upp í hausnum. Hún í andvakar. Auga andans trú.
Þannig að fólk oft að flækja hérna upp í hausnum. Ég skil þetta ekki, ég veist þetta. Trúin hérna. Hún fullvissa. Hún fullvissa það sem orð Guðs segir. Halleluja. Ég var hérna á sundaginn og það bara talaði Drottinn til mín að ég bara svona upplifði það að Drottinn, hann vill færa okkur úr kyrrstöðu, aðgerðarleysi, meira inn í það að gera vilja sinn. Og það alveg bara knýjandi þörf að við gerum það. Og það mjög mikilvægt að við öll störfum í Guðsríkinu. Og Darrin, hann kom svolítið vel inn á þetta að það þarf ekki smurningu eða köllun til þess að gera eitthvað í húsi Guðs. Ég búinn að gera ýmislegt í húsi Guðs þessi 40 ár sem að ég hef komið á samkomur. Ég hef múrað, ég hef flísalagt, ég hef búinn að gera 2 skírnarlaugar, ég hef verið í barnastarfi. Já, bara ýmislegt bara ég. Nú man ég ekkert meira, það var eitthvað meira að. Hvað segir þið? Já, trúboð. Ég er að meira að tala svona venjuleg bara svona, þú veist. Já, ég hef verið að klærum og þú veist, áskonar svona hlutum, þú veist, sem eru bara svona praktíski hluti, skiljiði. Þannig að það er ekki köllin eða smurningin það, skiljiði. Við bara gerum það þegar það þarf að gera. Hann barði sagði það svolítið vel hérna og ég bara finn svona, ég þurfti að endurtaka þetta. Og Drottinn, hann vil færa okkur meira inn í það að gera bara praktíska hluti. Að starfa fyrir sig á praktískan hátt. Og þegar við gerum það, þá eykur hann við og hann kemur með meira. Og sýnir okkur og leiðir okkur meira. Og ég var einmitt að tala daginn það að leiðast að heilum anda, það er meðal annars að fá heilagsandavitnis. Og núna í dag þá finn ég svona það að ég á svona útskýra meira það að trúin dauðan verka. Við getum ekki bara trúa á Guð. Við þurfum líka að hafa verk samkvæmt trúnni. Og ég ætla svona aðeins að útskýra, þú veist, bara svona þetta kemur. Hægt og rólega, þá kemur þetta. En áður ég fer inn í það þá vil ég segja það að það kom orð til mín á sunnudaginn og ég myndi svona örlítið á það þegar ég var að taka samskotin. Að það kom til mín að Drottinn að það segir í predikarunum að sá sem sífellt horfir á vindinn, hann sáir ekki. Og sá sem að stöðugt horfir á skýin, hann uppsker ekki. Og Drottinn talaði til mín í gegnum þessa ritningu að það er svo margir sem eru bara í kyrrstöðu og þeir að bíða eftir því að Drottinn gerir þetta allt fyrir okkur. En það 2 hliðar á trúarskildinum. Það annars vegar það að við þurfum að trúa og gera. Við þurfum að trúa og gera. Hvað? Jesús, halleluja. Þakkaði Drottinn, halleluja. Halleluja. Ég datt aðeins út. Við þurfum að trúa og gera. Já, Jesús, halleluja, Drottinn. Þakkaði Jesús. Ég þakkaði Drottinn, ég lyfti nafninu, Drottinn minn Jesús. Ég þakkaði fyrir það, Drottinn Guð, Jesús. Síkanana María Raraba Hæja, þú ert með Drottinn Guð og þú gefur Drottinn Guð, Jesús. Það sem ég þarf að segja í dag, Drottinn minn Jesús. Þakkaði fyrir það, Drottinn minn Jesús. Halleluja, Drottinn. Heilar Jesús. Síkanana María Raraba Hæja, Jesús. Amen. Getum við aðeins staðið upp og bara lyfta nafnið Drottins. Það er einhver hindrun eða fyrirstaða, Drottinn. Jesús, halleluja, Drottinn Guð. Síkanana María Raraba Hæja. Við lofum og blessum nafnið, Drottinn Guð. Við lyftum við nafninu, Jesús. Ég þakka fyrir það að þú gefur, Drottinn Guð, sérstaklega náð í dag og meðbyr, Drottinn Guð, að ég geti tala orðið í dag, Jesús. Við brjótum allt að baka aftur sem að hindra það að orðið þitt komist til skila í dag, Jesús. Þakka þér fyrir það, Drottinn minn, Jesús. Amen, amen. Já, málið það að við erum oft að bíða eftir því að Drottinn, hann gerir hlutina fyrir okkur. En það eru 2 hliðar á þessu. Drottinn, hann búinn að gera frelsisverki fyrir okkur. Hann búinn að úthella heilum anda inn í okkar líf fyrir frelsisverkið. Og hann búinn að gefa okkur allt og vinna verkið í okkur, í raun og veru. Hann hefur byrjað góða verkið í okkur. Hann fullkomna þetta hann kemur aftur. Þannig að hann hefur í rauninni bara gert það sem við eigum að gera, sem hann hefur alltaf sér að gera í okkar lífi. Hann hefur unnið verkið fyrir okkur. En við þurfum líka
að gera það sem að hann hefur sagt okkur að gera. Halleluja, Drottinn. Jésús, vá, hvað skrítið þetta. Ég ætla Jésús, halleluja, Drottinn Guð. Þakka þér, Drottinn Jésús. Síkalala barjarara bæja, Jésús. Halleluja, Drottinn. Síkalala barjarara mantra. Amen, Jésús. Amen, gegnum blóði Jésús. Halleluja, Drottinn. Þakka þér, Jésús. Amen. Já. Já. Já, amen. Já, amen. Halleluja, Jésús. Þannig að við þurfum að sá. Við þurfum að plæja, við þurfum að sá og við þurfum að uppskera. Það er ekki tími að vera í kyrrstöðu. Það er ekki tími fyrir það að bíða eftir að Drottinn geri þetta fyrir okkur, en þess að við þurfum líka að starfa. Það er ákveðnu hluti sem við þurfum að gera líka í Guðsríkinu. Til þess að uppfylla það að trúin virkja á báða bóga. Hans trú og okkar trú. Halleluja, Jésús. Þakka þér, Jésús, halleluja, Drottinn. Ég ætla að byrja að lesa í Hebreabréfinu 5. kafla, versi 7-14. Á jarðvistardögu sínu bara fram með sárum kveinstöfum og táraföllu bænir og auðmjúk andvörf fyrir þann sem megnaði frelsa hann frá dauða og fékk bænuslu vegna guðhræðslu sinnar. Og ég trúi því að Drottinn hafi viljað meira að gefa guðhræðslu inn í líf okkar. Og þótt hann sonur væri, lærði hann hlýna það sem hann leið. Þegar hann var orðinn fullkominn gerast hann öllu þeim honum hlýða höfundur eilífs hjálpræðis. Að Guði nefndir æðsti prestur að hætti Melkísedeks. Þetta höfum við látmál að segja og torskili, að því að þér hafi gerst heyrnarslóir. Og þó að þér tímans vegna ættu að vera kennarar, þá hafi þér þess enn og ný þörf að einhver kenni yður undirstæði Guðs orða. Svo komið fyrir yður að þér hafi þörf á mjólk en ekki fastar fæðu. En hver sem á mjólk nærist er barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Fasta fæðan er fyrir fullorðna, fyrir þá sem jafnt og þétt hafa tamið skilningavitin til að greina gott frá illu. Þetta 14. vers, fasta fæðan er fyrir fullorðna, fyrir þá sem jafnt og þétt hafa tamið skilningavitin til að greina gott frá illu. Það er oft kennt út frá því að greina í andanum, hvað er að vera. Og við erum öll svona misjafnlega á vegi komin á margan hátt og það er sumir sem að hafa kannski tekið við Jesú Kristi sem frelsara sínum en þau skilja ekki fyllilega, fólki skilur ekki fyllilega hvernig réttlætið virkar í þeirra lífum. Bara sem dæmi að það eru mjög margir sem að hafa bara meðt ekki Jesú Kristi frelsara sínum, en þeir eru ennþá að glíma við skömm, þeir eru ennþá að glíma við sektarkennd. Og samt trúa þeir á Guð og eiga samfélag við Jesú Krist og hafa meðt ekki frelsisverkið og fyrirgefningar syndana fyrir blóð hans og meðt ekki heilagan anda, en þeir samt að lifa í sektarkennd og skömm. Þannig að það er ekki nóg að trúa. Það er ekki nóg að játa syndir sínar. Og þó maður hafi játað syndir sínar, að þá hef ég oft fundið þennan ákærleika í mínu lífi og ég ætla svona aðeins að opinbera ákærleikann. Og ég trúi því að það hefur komið svo mikið fyrirstaða hérna í dag vegna þess að djöfullinn vill ekki að ég opinbera hann. Hvernig hann sigraður á þennan hátt. Ákærleikinn hann kemur inn í okkar líf, hvort sem við erum að gera góða hluti eða slæma hluti, það skiptir ekki máli. Og bara það að til dæmis þegar maður að stíga á einhvern hátt inn í þjónustu, bara eins og til dæmis að fara upp búlt að tala, ákærleikinn kemur alltaf. Til dæmis að fara hérna bara upp á svið fyrsta skipti í lofgjörð, ákærleikinn hann kemur alltaf. Hvort sem það gengur vel eða ekki, vegna þess að það er bara hans eðlilega ákæra. Og ég vil opinbera í dag hvernig hann sigraður. Halleluja. Þannig að við þurfum að læra að temja skilningavitin, eins og stendur hann í 14. versinu, að greina gott frá illu. Hvers vegna er ákærleikann á mínu lífi núna? Við þurfum að læra að skoða innan við.
Ég búinn að kannski bara játa synd mína, en af hverju hann að ákæra mig? Af hverju hann að ákæra mig? Og ég man til dæmis svona fyrstu skrefin þegar ég var að koma með spátasorð. Ég hef oft spáð á samkomum bara yfir hópinn. Komið tungutal og útlagt tungutal. Fyrst þegar ég var að gera þetta, þá kom ákærandi rosalega mikið á mig og sagði, heyrðu Árni, þú sagðir ekki það sem þú áttir að segja. Þú bætti við og þú sagðir þetta ekki alveg rétt. Kom með þetta svona, bara svona eftir á. Og ég byrjaði bara að taka upp. Þegar ég fann að Drottinn var að koma með svona tungutal og ég fann að Drottinn var að leggja á mig að byrja að spá, þá bara setti ég upptöku í gang. Og ég tók upp. Og þegar ákærandi kom, að þá bara byrjaði ég að spila og ég fór að hlusta. Og já, heyrðu, þetta var bara miklu betra heldur en ég hélt að það hefði komið. Það bara var allt bara alveg bara nákvæmlega og jafnvel betur heldur en að ég hélt að það hefði verið. Og ég bara setti þetta bara svona framan í tímvilin, þú veist. Og bara sagði við henni að ég var að hlýða Guði. Og framan byrja að hlýða Guði heldur en mönnum. Og málið er það með spátasorð, að það segir að við erum að dæma spátasorð. Og þó að Guð tali og seti hluti inn í okkar líf, það sem hann vil færa fram í gegnum okkar líf, að þá erum við í mannlegu keri, við erum með svona veikleikasker og það hvernig við berum hlutina fram kannski með spátasorði eða með því að tala orði, bara predika eða bara fyrst að vitna fyrir einhverjum út í bæ eða bara þjóna á einhvern annan hátt að það er allt í veikleika og það kemur, það guðlega kemur í gegnum okkar á mannlegan hátt. Þannig að við getum ekki hefnt eftir einhverjum öðrum. Við þurfum að bara færa hlutina fram eins og Drottinn færi það fram í gegnum okkur. Halleluja, Jesús. Þakka þér, Drottinn minn, Jesús. Við stöndum á tímamóti núna. Við erum að fara að ganga inn í mjög alvarlega tíma. Og Drottinn hann hefur lagt á hjarta mitt að segja ykkur að tímarnir eru orðnir það alvarlegir að við þurfum að gera köllun okkar og útvalningu vissa. Það þýðir ekki að vera í kyrrstöðu eða í einhverju málamiðlun. Við þurfum að rísa þessi sterkur her og við þurfum að taka höndu saman eins og þegar fólki fór að byggja múra Jerúsalem í Nehemíja bók að þá tóku höndu saman og þau byggðu saman. Þá tóku allir til hendinni og fóru að byggja. Og við þurfum öll að byrja að byggja saman. Við eitt og sér, við áorkum ekki miklu. En saman, þá erum við sterkur her og við munum áorka miklu. Og við þurfum að eyða þessum ákennenda bræðrana úr okkar lífi. Ekki dæma bróðir eða systir. Þess að Drottinn, hann lítur ekki á útlitið, hann lítur á hjarta okkar. Og það er það sem við eigum við samfélagi við hann. Bara eins og þegar hann útvaldi Davíð, konung. Halleluja. Ég finna þetta að komast í ganga áttur. Halleluja, þakka þér Jesús. Þakka þér Jesús, Drottinn. Halleluja, Drottinn. Ég lofa og ég blessa nafnið, Drottinn minn Jesús. Ég þakka fyrir trúfestíðina á Drottinn minn Jesús. Halleluja, Drottinn. Þannig að við erum komin á mjög alvarlega tíma og það segir í Matthíusarguðspjalli 24. kafla að kærleikur margra mun kólna. Og þetta að kólna, það hefur með það að gera að ljósið á lampanum fyrir að dvína. Við erum lampi Guðs. Andi Guðs býr með okkur og ljós sannleikans á að lýsa. Við þurfum að hafa olíu til þess að lýsa. En þegar kærleikurinn byrjar að kólna, ekki bara til Guðs, heldur líka til manna, að þá fyrir ljós sannleikans að dvína og bara fjara út í okkar lífi. Drottinn hann alltaf að gera nýja hluti. Og þetta orð nýtt sem að fyrir kemur í Biblíunni, það þýðir að endurnýja, það þýðir að endurleysa og það þýðir líka að helga. Og þegar Drottinn kallar okkur til samfélags við sig, að þá vil hann okkur til að vera frátekið fyrir sig. Við erum verðið keypt með dýrmætu blóðið hans. Honum til eignar. Þetta er ekki okkar kirkja, þetta er hans kirkja.
Halleluja. Þetta ekki okkar þjónusta, þetta hans þjónusta. Þetta allt hann og honum til dýrar. En hann notar veikleika kerfis á okkur. Og ákærandinn, hann reynir alltaf að stöðva og hindra það að við stígum út og gerum viljans. Og það stærsta trikki sem hann nota fyrir utan það að komi setakennd er það að hann kemur líka inn óttinn í okkar líf. Og óttinn margvíslegur. Hann getur verið ótti við það að við gerum mistök eða að Drottinn starfi ekki gegnum okkur, bara eins og þegar við bara biðjum fyrir sjúkum, manneskja læknast ekki. En það ekki okkar mál. Við hlýðum bara Guð og biðjum fyrir sjúkum. Og Drottinn sér í restina. Það bara svoleiðis. Halleluja, Drottinn. Þakka þér, Jesús. Ótti við menn. Margvíslegur ótti. Hebreabréfið 10. kafli. Ég ætla að lesa þar aðeins líka. Vers 9, frá og með 9. Síðan segir hann, sjá ég komin til að gjöra vilja þinn. Hann tekur burt hið fyrra til þess að staðfesta hið síðara. Í versunum undan verið að tala það að í gamla sáttmálunum þá verið færðar svona dýrafórnir og margvíslega og þeir þurftu alltaf verið að gera stöðulega. En Drottinn hann kom í einskipti fyrir öll og afnam það og hann fórfæri sér einu sinni fyrir okkur. Hann útheldi sinni blóði til fyrirgefningar synd okkar. Og það segir hérna, og samkvæmt þessu vilja erum við helgar með því að líkama Jesú Krist var fórnað í einskipti fyrir öll. Og svo því farin hvernig prest að hann dagkvæmt bundinn við helgiþjónustu sína og ber fram margsinni sína sömu fórnir þar sem þó geta aldrei amma syndir. En Jesús bar fram eina fórn fyrir syndirnar og settist aldur við hægri hönd Guðs og býður þess síðan að óvinir hans verði gjörður af fóskur hans. Því að með einni fórn hefur hann aldur fullkomna þá helgar verða og einni heilar andi vitna fyrir oss. Fyrst segir hann, þetta sáttmálinn ég muni gjöra við þá. Eftir þá daga segir Drottinn, lög mín vil ég leggja í hjörtu þeirra og í hugskot þeirra vil ég rita þau. Síðan segir hann, ég mér aldrei fram að minna synda þeirra eða lögmarsbrota, en það sem syndirnar fyrirgefningar, þar þarf ekki fram að fórn fyrir synd. Mér megum bræður fyrir Jesú blóð, við djörfum ganga inn í það heila, þangað sem að víða oss veginn, nýjan veg og lifandi innigenni fórntaldið þar að segja líkamann sinn. Við höfum mikið prest yfir húsi Guðs, látum oss því ganga fram fyrir Guð með einlægum hjörtum, í öruggu trúartrausti, með hjörtum sem hreinsuð hafa verið og eru lausir meðvitund synd og með líkumum sem lauga hafa verið í hreinu vatni. Höldum fast við játningu vonum var að ráðast að kvika því að trúrir sá sem fyrir þetta hefur gefið. Amen. Halleluja. Þannig að Drottinn Jesús, hann fórfærir sér í eitt skipti fyrir öll. Og hann hefur hreinsað syndar okkar þegar við biðjum hann að fyrirgefa okkur og biðjum hann að hreinsa okkur í svona blóði. Og hann hefur líka laugað okkur í varslu orðsins. Ég bið Drottinn á hverjum degi að hreinsa mig blóði sinni og ég bið hann á hverjum degi að lauga mig í varslu orðsins. Þegar ég bið að lauga mig í varslu orðsins þá talar hann oft í mig bara. Þess að orðið varslegin. Og þetta líka myndum bara skírnin að taka niðurdýringu að skírni í Jesú nafni. Og ef það ekki gert það, þá hvet ég til þess að gera það. Það lykillinn að því að verða meira helgaður og bara, bara meira svona stöður á göngunum við Guði. Halleluja, Drottinn. Þakka þér, Jesús. Halleluja, Drottinn. Þannig að hvers vegna eru svona margir sem að glíma við sektarkennd og skömm. Þó að þeir hafi kannski komið fram fyrir Guð og biðja að fyrirgefa sér og biðja að hreinsa sig í blóði sínu. Hvers vegna eru svona margir sem að glíma við það? Kannski bara í marga daga jafnvel eða vikur. Það skortur á trú? Það skortur á trú fyrir því hvað Drottinn hefur gert fyrir okkur? Jú, þetta nefnilega árásir. Þetta nefnilega árásir. Hann ákærir.
Ákærandinn reynir það í okkar lífi, hverju við trúum í raun og veru. Trúum við lyginni eða trúum við sannleikanum? Trúum við því sem ákærandinn er að segja við okkur að við séum ennþá sek og syndug? Eða trúum við því sem orð Guðs segir að Drottinn hafi réttlætt okkur og hreinsað okkur og fyrirgefið okkur og gefið okkur allt með sér, alla himneska arfleifð? Hvoru trúum við? Þannig að ákærandinn í okkar lífi, hann reynir á það hverju við trúum. Og við þurfum að taka, eins og segir í Efesubréfinu 7. kafla, sverð andans, sem Guðs orð, og biðja hverju tíð anda. Og þannig íklæðum við okkur í rauninni öllum herklæðunum. Við þurfum að svara djöflinu. Við þurfum að svara honum. Við þurfum að taka orð Guðs og segja, ég er réttlættur fyrir Jesú blóð. Ég er búinn að játa synd mína, Drottinn er búinn að fyrirgefa mér. Þú ert ekki nógu góður þarna að bara eins og núna í dag, ákærandinn kemur á mig að því að bara þú ert ekki nógu góður að koma orðinu frá þér í dag. Þá bara segi ég við hann. Ég bara gerði það sem mitt besta. Ég gerði mig bara mitt besta og Drottinn sér í restina. Halleluja, Jesús. Þakkaðu Drottinn. Heilar Jesús. Og þetta snýst það að taka orðið og tala það út líka. Játa hverju við erum í Kristi. Játa hvert auðkyn okkar er. Og því meira sem við játa, því sterkari verðum við í því að finna ekki ákærandann. En stundum, að því ég kom inn á greiningu andans, að stundum er fólk þannig að það er að taka líka úr umhverfinu. Og það er svo margir sem áttar sig ekki af því að þeir eru jafnvel að taka úr umhverfinu hvernig öðru líður. Og það eru rosalega margir í kringum okkur, bara í þjóðfélaginu, bara fullir af skömm og sektarkennd. Eða eins og hún kom inn á Sibba, ég elskar hreinskilni, ég elskar eins og bara, hvernig Sibba var hreinskilin á hann að tala um að þunglindi það tilheyrir fortíðinni, eitthvað sem er gert fortíðinni. Og hvað sagðirðu með? Kvíði er framtíðin. Já, kvíði er framtíðin. Halleluja. Þannig við þurfum að læra að játa hver við erum í Kristi. Taka orðið og játa það út. Það er lykillinn að eiga sigurinn. Og þannig eigum við sigur fyrir blóðið, fyrir það sem Drottinn hefur gert fyrir okkur. Og með því að þó ákærandinn ákæra okkur þar, þá þurfum við að taka líka að eigna sigur fyrir orð vitnisburðarins. Að játa út hver við erum í Kristi. Drottinn, þú hefur fyrirgefið mér, þú hefur réttlætt mig. Og ég er sem sigurvegari í þér. Og þegar við byrjum að játa þetta út, að tala þetta út, lýsa þessi yfir, að þá er bara ákærandinn sigurvegari í raun og veru. Þannig að þá rís trúin upp í raun með okkur. Og við stöndum stöðu. Er þetta skýrt? Halleluja. Og það er líka þannig að Drottinn hann er alltaf að draga okkur nær sér. Ég kom inn að daginn að ein tegund yrruninnar að hún hefur ekki með synd að gera, heldur hefur hún með það að gera að Drottinn hann færir okkur nær sér. Og það er fullt af fólki sem er hérna fyrir utan sem eftir að koma inn í kirkjurnar og það veit ekki að því. Þannig að þegar við lyftum nafnið Drottins að þá dregur Drottinn fólkið inn í kirkjuna. Og það mun ekki líða löngu uns þetta húsnæði verður og lítið. Ekki horfa í kringum okkur sjá hvað margir stólar auðir í dag. Þannig að innan skamms þá mun þessi kirkja vera full og við þurfum að stækka við okkur. Og það þarf að setja á stað nýjar kirkjur. En það mun svo mikið að fólki koma inn og frelsa. Þannig að Drottinn hann er að þrýsta á fólkið að koma inn áður en að brúðkaupið himni verður. Halleluja, Jesús. Ég las daginn í ritningaverðs úr Jesúa 43. kafla. Það stendur að við eigum ekki að renna huga til hins umliðna. Heldur horfa það að Drottinn hann hefur nýtt fyrir stafni. Og þessi vers eru skrifuð þegar Ísraelsmenn voru í Babylon, þeir voru í herleiðingu. Og þá má svona samlíkja því við hvernig kirkjan hefur verið. Bara svona eins og að bara bíða eftir því að Guð gerir þetta allt fyrir okkur. En Drottinn er að bíða eftir því að við förum af stað og gerum þetta fyrir hann.
Og til þess að geta fara að staða þá þurfum við að geta sigrað ákærandann í okkar lífi. Og sigrað óttann sem að djöfullinn kemur með okkar líf. Og það sem hann gerir að setja sinn ótta inn í okkar líf af því að hann er hræddur við að eitthvað gerist. Hann er hræddur við það ef við vitnum fyrir einhverjum að manneskjan frelsist. Að þegar við biðjum fyrir einhverjum að manneskjan snertist að heila manda. Að þegar við biðjum fyrir sjúkum að manneskjan læknast. Að hann er hræddur við það að þetta gerist. Að Guð nota okkur til að stíga út. Og hann setur hennar ótta í okkur. Og þegar við finnum mikinn ótta eða mikinn ákæranda, að þá er eitthvað mikið að fara að gerast. Og þegar við finnum okkur í mesta veikleikanum, að þá Drottinn að fara að gera svo mikið. Og við munum sjá bara mikið gerast. Þegar við finnum okkur í mesta veikleikanum. Og það kemur tíminn að segja ykkur sögu. Einu sinni var ég að selja með Guðmundi Haralds. Við vorum staddir í kirkjulækjarkoti. Og Guðmundur getur vitnað það að hann var með svona sérstaklega svona árasi sem voru þannig að bara komið svona rosa mikið svona stingur inn í höfuð á hann, bara svona verkur. Ég veit ekki hvort það segja það í gangi, en það var rosalega mikið þá og ég bara fann þetta oft þegar ég var kringum Guðmund, bara fyrir svona verki. Og við vorum að samkomi og svona vorum að svona borða og eitthvað biðja og það voru kannski 4-5 manneskjur þarna og ég var að glíma við svona svakalega, bara svona sting í höfðinu og bara ákæranda, bara fyrst, Árni, þú bara alveg ómögulegur, svo lélegur maður og hvað þú að gera í þessu maður, þú ert alltaf með einhverja sættankennd maður og þú ert alltaf maður að glíma við einhverja freistingar og bara allt þetta bara fyrst, bara allir með pakki og bara ég var alveg bara alltaf, ég nánast alltaf fundið þetta. Og svo bara finn ég allt í henni bara, þetta var svona eitt af svona skiptið sem að Drottinn var að kenna mér þegar hann var að tala til mér að stíga út. Og ég byrja allt í henni svona að finna bara svona koma svona hugsanir í gegnum þetta svona að manneskjan hérna sem situr við hliðina að þú þarft að segja við hana að ég elska hana og bara ég man ekki alveg nákvæmlega hvað það var eitthvað, Guð gaf mér eitthvað orð til hennar. Og ég var alveg bara undir svona svakalega andavaldi og ákæranda. Og það var bara mjög erfitt að stíga út. Og ég gerði það samt. Og við báðum fyrir þessari konu. Og hún bara hágrét. Bara Drottinn snert hana alveg svakalega hlá. Þannig að það er engin mælikvarði. Ég bara þetta kom til mér núna að segja ykkur að það er engin mælikvarði þegar við finnum ótta eða mikinn ákæranda. Hvað Drottinn getur gert. Þess vegna vitnisbyrnur svo mikilvægur. Halleluja, Jesus, þakkaði Drottinn. Þannig að Drottinn, bara eins og þegar hann var með Ísraelsmenn í Babylon, að þá dróa það út úr Babylon þegar tíminn var komið. Þegar 70 ár var liðin, þá dróa það út úr Babylon til þess að fara inn í Kanaansland að byggja upp múrana á ný og endurreisa musterið. Og ég ætla að lesa nokkur vers úr Sakarja 3. kafla. Því næst lét hann mér sjá Jósúa Esaprest, hann sem stóð frammi fyrir engli Drottins og Satan honum til hægri handar til þess að ákæra hann. En Drottinn mælti til Satans, Drottinn ávíti þig, Satan, Drottinn sem útvalið hefur í Jerúsalem ávíti þig, ekki þess eins og brandur og báli dreginn. Jósúa var í óhreinu klæðum, þar sem hann stóð frammi fyrir englinum, þá tók engillinn til máls og mælti til þeirra og stóðu fyrir honum. Færa hann úr honum óhreinu klæðum, síðan sagði hann við hann, sjá ég burt nú misgjörð þína frá þér og læt nú færa þig í skrúðklæði. Enn fyrir mig sagði hann, láti hreina nennistúk höfuð hans. Þá létu þeir hreina nennistúk höfuð hans og færðu hann í klæðin, en enginn Drottinn stóð hjá. Og enginn Drottins vitnaði fyrir Jósúa og sagði, svo segir Drottinn allsherjar, ef þú gengur mínu vegum og varðveitir boðorð mín, þá skal þú stjórna húsi mínu og gæta forgera minna og ég heimila þér að ganga með þessa þjóna minna. Það lítur út fyrir það að Jósúa, æðstiprestur, sé ósigraður þarna, að það var í óhreinu klæðum. En málið er það að þessi reikningaversur er gefin þegar Guð var að leysa Ísraelsmenn út úr Babylon, út úr herleiðingunni.
Þeir voru búin að vera í herleiðingu í 70 ár og klæði Jósúa var óhrein. En hann hafði samt verið trúfastur alla tíman að þjóna Guði í útlegginni og var tilbúinn til þess að fara af stað inn í fyrireignarlandið til þess að helgast að nýju og vígja musterið. Og Satan stóð þarna og var ákæran. Og þetta sýnir mér mjög mikið það að það skiptir ekki máli hvort við séum að gera ranga hluti eða rétta hluti. Djöfullinn ákærar okkur hvort sem er. Og þegar við tökum sverð andans og byrjum að tala sannleikann og lýsa yfir hver við erum í Kristi, að við séum hrein fyrir blóði Jesú Krists og við séum réttlætt fyrir það sem hann hefur gert fyrir okkur. Og við lýsum því yfir að við ætlum að halda áfram að gera vilja Guðs, alveg sama hvað. Að þá gefur þessi reynsla okkur sem við höfum farið í gegnum, hún gefur okkur meira vald. Bara eins og Drottinn gaf Jósúa meira vald. Við stöndum uppi sem sigurvegarar í okkar aðstæðum og kringumstæðum. Og við fáum vald til að leysa aðra sem að hafa eða að gangi gegnum það sama. Ég ætla að lesa ritningavers í Míka 7. kafla, versi 8-11, sem að ég notaði mjög mikið þegar ég var að læra að takast á við ákærandann í mínu lífi. Það segir, hlakka eigi yfir mér fjandkona mín, því þótt ég sé fallin, rís ég aftur á fætur. Þetta yfirlýsing. Þótt ég sé núna bara í sættakennd og skömm, að þá mun ég rísa aftur á fætur. Þótt ég hafi gert eitthvað að mér, að þá mun ég rísa aftur á fætur. Fjandkonan í rauninni ákærandinn í þessu tilfelli. Þótt ég sitji í myrkri, þá Drottinn mitt ljós. Þótt ég hafi þessa líðan og þótt ég finni myrkur, að þá lýsi ég yfir að Drottinn mitt ljós. Reiði Drottins vil ég þola því að ég hef syndgað á móti honum. Þar til hann sækir sök mína og lætur mig ná rétti mínum. Í rauninni að bara ég játa synd mína og ég biðji Drottinn að fyrirgefa mér. Og svo segir, þar til hann sækir sök mín og lætur mig ná rétti mínum, hann mun leiða mig út í ljóssins og ég mun horfa ánað á réttlæti hans. Það er að segja, þegar við höfum játað syndir okkar, þegar við höfum tekið við fyrirgefningunum frá Guði og við höfum verið að glíma við sættakenndina og ákærandann, að þegar við lýsum yfir, að þá lætur hann okkur sjá réttlætið sitt. Við byrjum að finna réttlætið Drottins kom inn í okkar líf í staði fyrir sættakenndina og skömmina. Og ákærandinn þarf að víkja. Fjandkona mín mun sjá það og smásaman mun ég hylja hana. Já, og smán mun hylja hana. Hún sem nú við mig segir, hvar Drottinn Guð þinn? Augu mín munu horfa hlakkandi á hana. Þá mun hún verða tróðin niður eins og saur á strætum. Sá dagur kemur að múra þínu verða endurleystir. Þann dag munu landamerki þín færast mikið út. Halleluja. Þannig að ég notaði þessi ritningavers aftur og aftur. Ég kunni þau ekki þá, en ég las þau bara fyrir ákærandann. Ég rís upp núna í styrkleik Drottins. Ég rís upp núna í réttlæti Guðs. Þótt ég hafi syndgað að þá er ég búinn að biðja Guð með fyrirgefa mér og ég er réttlætur og ég stendur við sig sigur fyrir blóðið. Og þá byrjar maður að finna nærveru Guðs koma og kraft Guðs byrja að koma. Þannig að Drottinn hann breytir tilfinningum okkar þegar við tökum sverð andans og lýsum því yfir hver við erum í Kristi og hvað hann hefur gert fyrir okkur. Halleluja. Ég ætla að lesa að lokum nokkur vers úr Títusarbréfinu 3. kafla, versi 47. En gæska Guðs frelsara vor birtist og elska hans til mannanna, þá frelsa hann oss ekki vegna réttlætisverkanna sem við höfum unnið, heldur samkvæmt miskunn sinni til laug, þar sem við endurfæðust og heilar andi gjör oss nýja. Hann útdeilt anda sinni yfir oss ríkulega fyrir Jesú Krist, frelsara vor,
Til þess að vera réttlæti fyrir náðans yrði mig í vonin erfingjar eilífs lífs. Þá orðið satt og á þetta vilja þú leggir alla áherslu til þess að þeir sem fest hafa trú á Guð láti sér umhugsað að stunda góð verk. Þetta gott og mönnum nytsamlegt. Halleluja, Jesus. Þakka þér, Drottinn minn, Jesus. Halleluja, Jesus. Gætu við fengið bara smá músík núna? Tónlist. Drottinn Jesus, ég bara þakka fyrir náðinu miskunni á drottningu. Ég bara þakka fyrir það, drottningu, hvað var erfitt að tala orðið þetta, drottinn minn, Jesus. Og ég bara lofaði fyrir það, drottningu, að stundum finnst manni ganga vel, drottningu, og stundum finnst manni að ganga síður, drottinn minn, Jesus. En ég bara fel mig í þínar hendur, drottningu, og ég fel fólki hérna inn í þínar hendur og þá sem að hafa verið að hlusta letur, drottningu, þínar hendur, drottningu. Og ég bara lýsi yfir, drottningu, að ákærandi bræðranna sigrar í þínu nafni, Jesus. Fyrir blóðið sem hann á Gólgata, drottningu. Það sigur fyrir blóðið, það sigur fyrir orðvitnisburðarins, drottinn. Heilar Jesus, síkalala bararaba hæja, drottningu. Og ég bið, drottningu, að þú bara gefur okkur opinberun á því, drottningu, hvað þú har gert fyrir okkur og hvernig við getum tekið sverð andans. Sem við þitt orð, drottningu, og lýst yfir og talað út, drottningu. Hver við erum í þér, drottningu, og þannig getum við eignað sigurinn algjörlega, drottinn. Í okkar lífum, Jesus. Og ég bið, drottningu, að þú bara fyrir andaðin, drottningu, þú bara með starfa hjörtum okkar í dag, drottinn minn, Jesus. Halleluja, drottinn minn, Jesus. Halleluja, Jesus. Og þú með setja þá frjálsa sem að glíma við skömm eða setja gegn, drottningu. Og sem að glíma við ákæranda, drottinn minn, Jesus. Og ég þakka fyrir það, drottningu, að það engin mælikvarði, drottningu, þó við finnum ótt í okkar lífi, drottningu, eða ákæranda, drottinn minn, Jesus. Men þar mesta trúin að taka, drottningu, að stíga út í trú, drottinn minn, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, drottinn minn, Jesus. Halleluja, drottningu. Og ég þakka fyrir það að þú brýtur allt af okkur, drottinn minn, Jesus. Sem ekki frá þér, drottningu. Og þú bara gerir nýja hluti, drottningu. Þú helgar okkur, þú hreinsar okkur, drottningu. Og þú gefur endurreisn inn í okkar líf, drottningu. Á þann hátt sem þú einn getur gert, Jesus. Ég þakka þér fyrir það, Jesus. Amen. Halleluja, drottinn. Já, má segja það. Mér langar að segja að það ekki ástæðulausu að það hindrun í orðinu.